Hallgrímur Jónasson, velkomin í Káa og gaman að fá þig spjall til okkar á kaa.is. Segðu okkur aðeins sjálfa þig fyrir þá sem að horfa, fara aðeins yfir þína fjölskyldu, hagi og annað slíkt. Já, ég vil bara byrja að þakka þetta kærlega fyrir. Ég er semst 31 árs frá Húsavík og með konu og 3 börn og er nýfluttur á Akureyri. Já, ég fari yfir ferilinn þá er staðinn upp á Húsavík og var þar alveg til 16 ára aldurs. Spilaði þar 1 ár með Völsungi í annar deild. Síðan flutti ég á Akureyri og var með Þór í 3 ár. Síðan fór ég til Keflavíkur, var þar í 3 ár. Og ég fór svo til Gautaborgar. Spilaði þar í 2,5 ár. Síðan lá leiðin til Danmerkur. Þar sem ég var í 3 mismunandi liðum síðustu 7 árum. Og nú er ég komin hingað. Og sem okkur finnst frábært og gaman að fá þig. Þú búið að vera svolítið að fréttum eftirsóttur leikmaður, svona möguleiki að heimkomið til Íslands. Búið að vera mikið að gera hérna í síman? Já, það er búið að vera eins og mikið. En ég hef bara reynd að halda mig samt sem mest í burtu frá þessu vegna þess að ég var ennþá að spila úti og vildi ekki vera að hugsa 100 aðrar hluti sem að myndi hugsanlega kannski gerast. Síðan þegar ég frétti áhuga á Káa var ég áhugasamur vegna þess að fyrst var ég að heyra bara góða hluti klúbbinn, starfið hérna og fjölskylda mín var flutt á Akureyri fyrir hálfu ári síðan og já, svo fór ég á fund með stjórninni og það eiginlega kveikti mjög mikinn áhuga á mér. Það kom mér óvart hvað þetta var, hvernig þeir hugsuðu þetta og hvað þetta var svona, já, flott hugsun og raunsætt. Þetta var ekki einhver allt miklir draumar og þá eiginlega var ég svona mjög hrifinn af þessu og fór að skoða hlutina alvarlega og eftir það þá gerist það tiltölulega hratt. Og þú svona ert að koma inn í Káa að spila í efstu deild núna annað tímabilið sitt og gekk svona vel á fyrsta tímabili. Við vorum hana í efri hlutarinn lengst af og endum í 7. sæti. Hvernig líst þér á næsta sumar? Hvernig líst þér á svona liðið og kannski ekki séð mikið en hvernig líst þér á þetta? Já, ég myndi segja að þetta var mjög flott tímabil. 7. sæti á fyrsta tímabili og langt síðan að klúbburinn hefur verið í efstu deild og kannski ekki margir með úrvalsdeildarreynslu sem voru í liðinu. Þannig að það var bara mjög gott. Ég reyndar hef séð nokkur leiki með Káa í sumar og kannski allir vita það ekki. Ég bæði horfði á leiki úti og síðan mætti ég á Valsvöllinn og sá að spila þar. Og mér líst bara vel á þetta. Ég var mjög hrifinn af til dæmis leiknum út á móti FH. Svo ég sagt bæði við túrfagþjálfara og stjórnina, það kom mér mjög óvart hvernig hvernig þeir voru í leiknum. Ég held þegar að lið myndi koma aðeins lítið lið að norðan sem ekki var úrvalsdeild lengi og mæta á FH-völlinn að þeir myndi leggjast í vörn og reyna að verja 1 stig og vonast til kannski vinna með 1 marki á skyndisókn eða eitthvað. En þeir spiluðu bara flott fótbolta og þorðu og áttu bara skilið að það fór ekki jafntefli sá leikur. Jú. Þannig að það var bara mjög flott. Velspilandi lið og fullt af húsvíkingum, þannig að mér líst bara mjög vel á þetta. Það er einmitt næsta spurning út að koma í hálf húsvíks lið. Þekkir þessa stráka eitthvað fyrir þessa gutta sem að spila með Káa, húsvíkingana? Elvar og Hallgrímur Hrannar og Ásgeir? Já, ég þekki þá bara alla sko. Ég hef bæði að æfa svolítið með þeim þegar ég var yngri og þeir kom heim á bæði sumarfrí og vetrarfrí. Svo var pabbi minn alltaf að þjálfa Völsung, hann var að þjálfa þessi stráka líka. Ekki alla en flesta, þessi elstu. Þannig að ég þekki til þeirra á ekki bara fótbolta þegar þetta er líka fyrir utan. Þú ert ekki bara að fara að spila fótbolta hjá Káa, þú ert líka að koma inn í starf sem þjálfari. Þú ert að fara að taka við svona afreksstarfi hjá Káa. Hvernig líst þér á það? Mér líst mjög vel á það og það var eitt af þeim atriðum sem ég hreifst mjög af. Þetta er hlutur sem ég hef virkilega áhuga á og metnað fyrir og hlakka til að takast á við það. Kannski líka vegna þess að svona hlutur sem ég hef óskað þess að ég hef fengið þetta tækifæri ég var ungur að það kæmi ykkur sem væri búinn að prófa bæði öll skrefin á Íslandi og líka úti sem geti ekki sem miðlað einhverju reynslu og ég vonast til bara að ég geti hjálpað þessum krökkum að ná að standa og þau hafa áhuga á. Og nú náttúrulega ertu að fara að taka til starfa á nýju ári og ertu eitthvað búinn að leggja upp hvernig þú sér þetta fyrir? Ertu eitthvað búinn að skoða þetta?
Já, ég búinn að skoða það eins og bara rætt bæði við í stjórnuna og Tufa þetta, en eins og segja, þetta ekki komið það langt að ég kannski geti verið að fara í einhver smáatriði en við getum bara tekið það seinna. Ég aftur svona, eins og segja, kom inn og ræði þetta niður í smáatriði með bæði Sævari og Tufa og þeim hvernig við gerum þetta, en þetta verður allavega nokkar æfingar auka viku fyrir þessa krakka og mér langar bara að fylgja þeim vel eftir og sinna þeim mjög vel. Og nú ertu búinn að spila í flottu klúbbum á Norðurlöndunum, hvernig þú séð hvernig aðstaðan hjá KA á Akureyri miðað við önnur þar sem þú hefur verið? Hún fín sko, ég meina Boginn flottur að spila allt árið, nú komið Gerðuga seinna sem þetta snjóra núna, en sem þeir segja mér að þetta æfa á nánast allar æfingar ársins með vilja. Akureyravöllur mjög góður þegar hann góður skilur. Ég sé að það komið lyftingarsal uppi. Aðstæðan í klefanum flott, pottur og gufa og kalt bað og þannig að hún bara mun betri heldur en var þegar ég var staddur á Akureyri fyrir 10 árum síðan. Þannig að mér bara vel á það. Þetta eru sumir hlutir sem aðeins öðruvísi en þannig það bara, maður gerir sannlega grein fyrir þetta kannski ekki. Þetta ekki stór klúbbur á evrópskar mælikvarða en aðstæðan bara mjög fín. Og svona kannski að lokum bæði kannski fyrir því persónulega og svona kannski fyrir liðið sem reyndar erfitt að segja núna í desember, en hver eru markmiðin fyrir sumarið? Já, það ekkert svolítið erfitt að tjá mig fullt af hlutum í smáatriðum ekki sem við byrjum að æfa, en markmið lítur klárlega að gera betur en í fyrra. Þegar þeir sýndu í fyrra að þeir geta vel verið með og enduðu 7. og voru mjög stutt frá því að vera í 4. sæti, ekki unnið síðasta leikinn, þannig að við viljum bara að gera betur. Nú eru menn komið meiri reynslu og bara allir líka í kringum félagið og svo alltaf þetta annað ár í deildinni. Það hefur reynst sumum liðum erfitt og það eitthvað sem við þurfum að hafa í kollinum að annað árið líka alveg erfitt. Það oft þannig að fyrsta árið þá einhvern veginn svo mikið jákvæðni og allir gefa allt í þetta, svo annað árið þá svona já, nú ég bara orðinn úrstöðu leikmaður og þá þurfum að passa okkur að slaka ekkert á. En með það sem ég hef séð og gæði hópsins og það sem ég hef heyrt þá allir möguleikar að gera betur en fyrir. Hallgrímur, velkomin í KA, hlökkum til að sjá það vettir með sumar. Takk hérlega.